Öldin hennar 1892. Skipulögð íþróttaiðkun kvenna hérlendis á rætur að rekja til fyrstu menntastofnunarinnar sem var sett á laggirnar fyrir íslenska konur, Kvennaskólans í Reykjavík. Fyrst er getið leikfimi í stundaskrá veturinn 1880 til 1881 og sú sem kenndi var Valgerður Jónsdóttir. Leikfimi virðist hafa fallið niður árin á eftir en gamlar stundaskrár sýna að hún var aftur kennd frá 1894 til 1897 og þá var það Ingibjörg H. Bjarnason sem leiðbeindi. Ingibjörg átti merkan feril bæði sem stjórnmálamaður og skólastýra en upphafið var í íþróttum hjá þessari kjarnakonu. Hún var nefnilega fyrst íslenskra kvenna til að ljúka við leikfimikennarapróf frá Paul Peterson Institute í Kaupmannahöfn árið 1892. Fröken Ingibjörg tók við sem skólastýra hér í Kvennaskólanum í Reykjavík 1906. Og til marks agann sem hún innrætti nemendur sínum, þá lét hún stúlkurnar ganga í röð upp stigann öðrum megin og niður hinum megin, til þess að teppið mætti slitna jafnt beggja megin. Fröken Ingibjörg giftist aldrei. Hún gaf sér alla kennslu og stjórnmálaferlinum, en það var margt sem hún vildi hafa áhrif á. Bygging Landspítala Íslands var henni meðal annars mikið hjartans mál, en hún var í forystu hóps kvenna sem samdi ávarp sem flutt var á Alþingi árið 1915 þörfina fyrir byggingu Landspítala og varð formaður Landspítalasjóðs Íslands. Svo sterk eru tengsl Ingibjargar við Landspítalann að stjórn Landspítalasjóðs hittist enn þann dag í dag hér í stofum fröken Ingibjargar í Kvennaskólanum í Reykjavík. Ingibjörg H. Bjarnason var fyrsta konan sem kosin var á þing á Íslandi. Þetta var árið 1922 og hún var kosin af lista kvennaframboðs. Nokkrum árum síðar var hún ein af stofnendum Íhaldsflokksins og sat á þingi allt til ársins 1930, meðal annars sem forseti efri deildar Alþingis. Nokkuð styr stóð Ingibjörgu en hún var harðlega gagnrýnd fyrir að svíkja málstaðinn og ganga til liðs við íhaldið. En frekar hve Jónas frá Hriflu hafa hamast dónarlega á frökeninni í þinginu, eins og öðru íhaldi, en hann kallaði hana besta sverð íhaldsins. Þó svo að Ingibjörg hafi legið undir þeim ávirðingum að hafa svikið málstað kvenna með inngöngu í karlaflokk, verður ekki betur séð af verkum hennar að hún hafi alla tíð talað fyrir réttindum kvenna og lengt og ljóst unnið að þeim. Hún lagði ávallt mikla áherslu á menntun kvenna og kom Kvennaskólanum að lokum undir verndarvæng ríkisins. Við umræðu það mál sagði Ingibjörg. Ég hef ekki enn látið sannfærast að konan geti aðeins ræktað störf sín vel, undir askloki því sem kallað að gæta bús og barna. Þá held ég því fram að ekki dugi að einblína á sérmenntunina eina eins og húsmæðrafræðsluna. Nútíminn heimtar meira af konum og þær vilja fá tækifæri til þess að búa sig undir störf á sem flestum sviðum. Þetta var hún, fröken Ingibjörg H. Bjarnason, fyrsta konan til að sitja á Alþingi Íslendinga. Frumkvöðull og sannarlega íþróttaálfur ársins 1892 þegar hún útskrifaðist sem íþróttakennari. Ingibjörg, konan sem markaði samtíma sinn svo munaði og kom leikfimi og íþróttum varanlega á dagskrá fyrir íslenskar stúlkur og konur í Kvennaskólanum í Reykjavík. Eftir skamma stund fyrsti